Komið þið sæl. Í þessu myndbandi ætla ég að fara yfir bókunarstillingar sérfræðinga. Þá farið hérna upp í hægra hornið og valið stillingar. Og svo valið hérna sýnileiki hérna í valmyndinni vinstra megin. Og þar getur þú stillt sýnileika þíns teymis. Og það valið það að hún sé falin öllum eða opin öllum, þannig að allir geti séð fyrirtækjasíðuna ykkar í köru. Svo aðgengi skjólstæðinga, hvernig skjólstæðingar geta óskað eftir þjónustu. Þeir geta óskað eftir þjónustu og farið sjálfkrafa á biðlista. Þeir geta óskað eftir ákveðnum sérfræðingi og farið svo á biðlistan. Eða að þeir geti bókað fund beint í dagatalið þitt. Og það hægt að velja einn möguleika af þessu eða alla. En til þess að skjólstæðingurinn geti bókað fund beint í dagatalið, að þá þarf að byrja á því að velja bókanlega þjónustu. Það þegar að skjólstæðingur bókar fund, þá fer hann beint inn í dagatalið þitt, bókar tíma líkt og þú myndir gera í þínu eigin dagatali, og þá þarf hann að velja einhverja þjónustu. Þannig að þú þarft að opna á þjónustu fyrir hann sem bókanleg á þann hátt. Þannig þá færðu hérna upp þjónustu listan þinn og þú velur þá þjónustu sem þú vilt hafa aðgengilega í einum dagatalið. Til þess að geta bókað fund beint þá þarf þú einnig að skilgreina opna tíma og þá förum við hérna aftur í dagatalið og hérna vinstra megin í listanum velurðu bókunarstillingar. Og þá hakar þú við hérna, ég vil leyfa skjólstæðingunum að bóka sjálfur í dagatal. Síðan skilgreinirðu fyrirvara á bókun, hversu mikil fyrirvara þú vilt hafa á bókun skjólstæðinga, bókunar tímabilið og svo hérna opnir tímar fyrir bókanir. Þannig að þú skilgreinir þetta, hvenær þú vilt hafa opna tíma fyrir bókanir hjá þér. Þannig hérna þú getur opnað þá tíma á milli 9 og 4 á mánudögum og þá smellir þú bara hérna á dagatalið, heldur takkanum inni og dregur niður. Og þá þú búinn að opna tíma fyrir skjólstæðinga til að bóka í dagatalið þitt. Þeir geta svo gert það á sínu eigin heimasvæði.